Velkomin aftur í föstudagsþáttinn hérna á N4. Núna ætlum við að ræða kvikmyndagerð. Anna Sæunn Ólafsdóttir, þú ert kvikmyndagerðarkona og þú hefur verið að taka þátt í þróunarverkefninu Film North Iceland. Segðu mér aðeins, hvað er það? Já, Film North Iceland er sem sagt verkefni í þróun sem að hefur komið til með svona á síðustu árum verið hugmynd með það leiðarljósi að sameina krafta kvikmyndagerðar og sviðslista fólks á Norðurlandi svo að það verði aðgengilegra, þar að segja aðgengilegri upplýsingar hvaða þekkingar til staðar á landshlutanum, hvað tækjabúnaður og landsvæði til kvikmyndagerðar. Þannig að verkefni er til þess gert að laða að verkefni og auka og efla kvikmyndagerð á Norðurlandi. Og er markaður fyrir þessu, er mikill áhugi á kvikmyndagerð hérna á Norðurlandi? Það koma hingað við vinnslu kvikmynda? Það má alveg segja það er það og það er kannski það sem ég held að sé hindrunir að það er ekki kannski eins mikil þekking til staðar eða ekki vitað hvar hún er, hvert á að leita hennar á Norðurlandi miðað við til dæmis höfuðborgarsvæðið og Suðurlandsundirlandið sem hefur verið mikið notað í kvikmyndagerð. En áhuginn er svo sannarlega til staðar en það sem er náttúrulega og önnur hindrun er líka svo sem landfræðileg staðsetning og ferðalög og svoleiðis en með sjá fram á með tilkomu til dæmis meira millilandaflug sem Norðurland þá sé þetta klárlega möguleiki sem er að opnast. Og þetta þróunarverkefni, Film North Iceland, hvernig var þetta til? Þetta verður til með samstarfi mín og annars kvikmyndagerðarmanns hérna á Norðurlandi, Árna Gunnarssonar og Sauðárkróki, sem er með kvikmyndafyrirtækið Skottafilm og þetta er í rauninni, að mínu parti séð það kemur til eftir ég er að vinna í mynd heima í Bárðardal, í það sem ég kem, Hrútar, og tilfinningin að gera bíómynd heima og á Norðurlandi var ótrúlega góð og skemmtilega og góð reynsla og ég áttaði mig á því þar hvað heimafólk og fólk sem er kunnugt staðháttum er mikilvægt í kvikmyndagerð þegar kvikmyndagerðin er svo ófyrirsjáanleg, það eru svo ófyrirsjáanlega hlutir sem þarf að leysa og redda og það er bara eiginlega nauðsynlegt að hafa fólk til staðar sem hefur þekkingu á svæðinu. Já, og tengslanettið Tengslanettið og allt, já. Einmitt. Nú þegar að hafa komið kvikmyndaverkefni hingað norður þá hefur oft kannski verið mikið bara aðflutt vinnuafl sem fylgir verkefninu. En hvernig er það fyrir, nú eru þetta margt, faglegt fólk og bara fagfólk í kvikmyndagerð hérna fyrir norðan. Hvernig er vinnumarkaðurinn? Vinnumarkaðurinn þetta takmarkaður eins og er. Það er takmörkuð verkefni kannski í boði og fólk þarf að standa mikið undir sjálfu sér og búa til sér til eigin verkefni og vinna aðrar vinnur til hliðar en þannig að markmiðið klárlega að breyta því eða auka sem sagt þörfina á sérmenntuðu kvikmyndagerðarfólki og sviðslistafólki til þess að bæði að fólki sem er nú þegar hér til staðar með þekkinguna hafi meira að gera og að einnig líka laða að kannski fólk frá eins og höfuðborgarsvæðinu þar sem kannski fer mest fyrir svona verkefnum og auðveldast að fá vinnu við þau en samt sem áður eru margir sem til dæmis búsettir það sem að hafa myndarlega vilja flytja heim, flytja aftur út á land ef að væri meiri atvinna að hafa og ég held að það sé mjög stór partur af þessu. Nú hefur þú náttúrulega reynslu af þessu að fara sækja menntun og koma síðan aftur með þessa sérþekkingu. Já. Hefði verið auðveldara fyrir þig að koma aftur með svona verkefni? Já, alveg klárlega. Ef það hefði verið komið á laggirnar og komið áfram einhverju þróun, alveg pottþétt sko. Ég efast ekki um það. Og
nú þið í rauninni, þetta kannski ekkert komin eitt ofsalega langt þetta verkefni eða hvað, en þið að vinna í því að byggja upp þennan gagnagrunn eins og staðan í dag. Já, við erum að safna upplýsingum fólk, fyrirtæki sem eru á Norðurlandi eystra og Norðurlandi vestra til þess að hafa í gagnagrunninum og einnig tækjabúnað. Erum við byrjað að safna upplýsingum og það svona bara ferli sem tekur smá tíma, en það svona markmiðið að ná að hafa góða yfirsýn yfir hvað til staðar og eins erum við líka að safna í rauninni, við erum að taka myndir og búa til gagnagrunn yfir tökustæði á Norðurlandi. Þannig að við erum, að safna upplýsingum og ef það einhver ranna úti sem að hafa þekkingu og jafnvel bara þó það sé ekki nema mikill áhuga á kvikmyndagerð og kannski einhver smá reynsla og einhver potential, þá það. Og þegar við segjum kvikmyndagerð, þá ekki endilega bara verið að meina fólk sem menntað í kvikmyndagerð per se eins og tökumenn og leikstjórar og framleiðendur og svoleiðis, heldur einnig líka til dæmis smiðir og fólk sem unnið í leikmynd og búningahönnun og förðun og slíku. Þannig að þú veist, það svo margs konar fólk sem þarf að búa til kvikmynd. Þannig að gagnagrunnurinn þarf að vera svolítið breiður. Já, það verður alls konar fólk á lista væntanlega. Og þetta þá hugsað til þess að þeir sem ætla að koma hingað með einhver kvikmyndagerðarverkefni geti bara flett upp fólki í þau störf sem það vantar. Já, flett upp fólki og þá nýtt sér þjónustu fyrirtækisins við þá að finna rétta fólkið og við myndum þá sem sagt Film North Iceland leggja upp með að hafa svolítið góða þekkingu bara á því sem til staðar og geta leiðbeint viðkomandi aðilum í rétta átt. Þú veist, hverjir myndu henta vel fyrir hvert verkefni og hvert verkefni náttúrulega mjög ólíkt og þarfnast mismunandi fólks og mismunandi aðstöðu. En það töluvert utanumhald í þessu líka. Þetta er ekki bara Excel-skjal. Nei, þetta verður það allavega ekki. Það náttúrulega, þetta mun kalla á það að það þarf alveg náttúrulega býður upp á atvinnu við það bara að halda utanum þetta og miðla og framtíðin sjáum við fram á að við munum geta séð samninga fyrir fólk ef það óskar þess og svo framvegis. Þannig að við erum með þá að hanna businessplanið sjálft en já, það eru ýmsu möguleikar og við sjáum fram á að markmiðið að geta þjónusta bæði fólk og fyrirtæki hér á svæðinu og svo einnig þau sem að koma og sækja þjónustuna og svo sjáum við líka fyrir okkur að jafnvel svona með tímanum getum við boðið upp á svokallaða tökustæða ferðaþjónustu þar sem við förum með framleiðendur eða location managers hjá fyrirtækjum eða framleiðendur fyrirtækjum og getum sýnt þeim bara að þú sér hana ferðir fyrir þá til að skoða Norðurland. Já, og mögulega tökustæði. Það greinilega nóg framöndan hjá ykkur. Já. Spennandi verkefni. Gangi ykkur ofsalega vel með þetta og kærar þakkir fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Og við höldum áfram með föstudagsþáttinn eftir stutta stund.